Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Hani, krummi, hundur, svín, hestur, mús, tittlingur. Já, og reyndar gott betur. Í húsdýrakaranum Daladýrð við Vaglaskó má finna öll íslensku húsdýrin. Já, það var semst bara veturinn 16 og 17 sem við byrjum að vinna hérna inn í húsinu til að undirbúa opnunina sem var svo síðasta sumar. Og við höfðum opið þá í 2 mánuði og það komið til okkar 5.000 manns á þeim tíma. Og svo opnuðum við núna aftur, sem sagt, höfum við unnið bara hörðum höndum í allan vetur að frekar uppbyggingu. Og þá opnuðum við 1. apríl og þá verður þetta sem sagt heilsárstaður. Það fleiri en bara búskapur hérna á þessu svæði. Já, ég með vinnustofuna mína hérna. Ég textílhönnuður og framleiði undir merkinu Gjóska. Og ég byrjaði fyrir 8 árum þegar að gaus í Fimmvörðuhálsi og þá fyrst skreytt ég með svona hraunmunstri og komst fljótlega að því að túristar voru nú ginnkeyptir fyrir þessu og við erum með verslun á Skólavörðustíg 20 sem heitir Gjóska og selur eingöngu mína hönnun og vinnustofan hérna í Daladýrð. Í gamla minkabúinu. Og hérna gengur búskapurinn alla hringinn, alveg frá því að vera, lítil dýr, litli grísir og alveg þangað til að verða að, mat á jólaborðunum. Já, þetta sveitabær, þannig að sem húsdýragarður líka og við erum með svolítið af kindum og margslags dýr og þau náttúrulega bara mörg hver fara þennan venjulega hring, þannig að þau eru hérna í húsdýragarðinum og svo gegna þau öðru hlutverki þegar að sumri lýkur. Ekki mikilvægt fyrir krakka sem að búa eins og inn á Akureyri eða bara á stærri stöðum að komast aðeins í snertingu við dýr og sveitina? Jú, við höfum fengið bara ótrúlega góð viðbrögð og menn una sér hér mjög lengi og við erum með til dæmis hlöðu þar sem hægt að hoppa í heyið og til að byrja með það minnst þeir fullorðnir sem fá blik í augun og eru til í að leyfa börnunum sínum að leika sér þar. Hérna erum við staðsett bara ekkert svo langt frá Akureyri og göngin rétt hjá, koma þau ekki til með að breyta svolítið fyrir ykkur? Jú, núna í dag svona hálftíma keyrsla til okkar frá Akureyri. En svo opna göngin, ég veist ekki að gera það fyrir eftir áramót núna, en það kemur að þessu. Og þá verður svona 15, 16, 17 mínútur að koma til okkar og það náttúrulega gjörbreytir öllu. Þá erum við í rauninni bara á Akureyri þannig séð Þetta bara svona rétt túr. Og það eru frekari áform uppbyggingu hjá ykkur, ekki satt? Jú, við ætlum bara að halda áfram og veit ekki hvort við leggjum alla jörðina undir en við ætlum að halda áfram og núna í sumar þá bætum við það miklu við okkur að við verðum komin á svona aðeins stærra svæði heldur en húsdýragarðurinn í Reykjavík. Hvernig að vera út í sveit með búskap og vera að fá svona mikið af gestum til sín? Þetta hlýtur að vera mikið að gera hjá okkur. Jú, það alveg óhætt að segja það mikið að gera og það mjög fáir frídagar. En þetta mjög skemmtilegt starf og maður bara vinnur við að gleðja fólk í rauninni Það koma allir svo rosa glaðir út frá okkur, finnst okkur og flestir ætla að koma aftur. Hérna reyniði að endurvinna efni mikið og afgreiðsluborðið fyrir aftan okkur nú gott dæmi það. Já, við reynum á staðinu sem öll borð þar sem gestirnir borða við og svoleiðis allt úr góða hirðinum eða bara gefið eða gamalt úr fjölskyldunni og afgreiðsluborðið okkar og það efni sem við ætlum að nota til að einangra salinn okkar, svona skemmtileg saga bak við það, að sem sagt forveri okkar sem að bjó undan okkur, hann hafði fengið að hirða þessar spýtur sem svona, sem voru á höfninu á Akureyri. Og þetta svona spýtur sem voru notaðar til þess að flytja ísborkjarna til rannsókna frá Grænlandsjökli. Og það voru sem sagt þegar við kaupum bæinn þá svona 800 stykki upp í hlöðu
og búin að vera þar í einhver ár og nú koma þær bara góðum notum í afgreiðsluborð og klæðningu á veggi og annað slíkt. Ef þið segja okkur aðeins frá dýrunum sem hérna, það móttökuhundur og það hrútur með 4 horn. Þetta ansi skrautlegt. Já, það sem sagt busla okkar. Hún 11 ára tík, íslensk og hún algjörlega ómetanleg því að hún tekur bara sallarólega á móti öllum og kemur svo með þeim inn í anddyrið og leggst þar á hliðina og vill láta klóra sér og það náttúrulega stein falla allir fyrir henni alveg á stundinni. En svo erum við bara, já, svo þessi ferhyrndi hrútur sem að öllum finnst mjög skrítinn. Og síðan það nú líka sko það sem að dregur að hjá minnst allra yngstu kynslóðinni, það nú bara traktorarnir inn í sal. Sumir vilja bara ekkert fara lengri en það. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift að góðu kvöldi.